Ég heiti Íris og ég var í umhverfisráði FH. Ég byrjaði haustönn 2018 og var síðan formaður haustönn 2019 til voruna 2020 og síðan útskrifast ég úr FH. Mér langar bara smá að segja frá ráðinu og hvað við gerum í því og bara mína upplifun á ráðinu. Svona já. Ráðið búið að vera í skólanum í yfir 10 ár og það verður vinsællara með hverju ári, bara ég held að helst smá í hendur við það að aukin umræða umhverfismál og þá koma fleiri krakkar inn í ráðið og við erum að hittast cirka einu sinni til tvisvar í viku og ráðið utan stundatöflu, fundinir eru utan stundatöflu og þá erum við að hittast í mánudagshléum eða eftir skóla og fáum við einingar fyrir að vera í því, alveg alltaf 3 einingar, fyrir bara svolítið eftir því hversu virkur maður en það fá flesti 3 einingar. Og það fullt sem við gerum í ráðinu, en ég ætla fara svona bara í svona helstu 3 hlutina og við erum með þema fyrir hvern mánuð, við skipuleggjum það vanlega í byrjun annar og við erum með þessi plastlausan september þema og veganúar og síðan höfum við búið til okkar eigin þemu, til dæmis eins og nískan nóvember, þar sem við erum að hvetja nemendur í að spara pening og þegar meiri eyðsla á pening þegar maður kannski að kaupa einhver föt sem maður þarf ekki eða kom ekki með nesti í skólann eða alltaf var að kaupa sér eitthvað og meiri eyðsla náttúrulega hefur meiri áhrif á umhverfið og svona tengt þessu þema í hverju mánuði þá erum við með svona umhverfistöflu þar sem við setjum bara þema hvert mánuð á töfluna og setjum fullt af upplýsingum eða hugmyndum eða bara alls konar, hvað sem okkur dettur í, eitthvað sem tengir umhverfinu. Og síðan svona það sem við gerum eru umhverfisdagar, það alltaf hverju vorönn, það eru 2-3 dagar og þá fáum við fólk til að koma með fyrirlestra, við sýnum einhverja heimildarmyndir, við vorum til dæmis sýndum Wall-E einu sinni, sem mjög gaman. Og síðan svona fatamarkaður og fáum fyrirtæki sem að selja vistvænar vörur, þau geta komið og selt vörurnar sínar og einhvern tíma vorum við líka að gefa vegan ís, þannig að þetta bara svona smá skemmtilegt og tilbreyting á venjulegum skóladegi. Hérna mynd af umhverfistöflunum okkar, hún vanlega með miklu meira á sér, en þetta bara eina myndin sem ég hef af töflunni. Og hérna eru myndir af umhverfisdögunum, fatamarkaðurinn og fyrirtækin sem eru að selja. Og þarna ein mynd þar sem við erum að gefa vegan ís og fyrirlestri og síðan stóra myndin af nemendum umhverfisráðs að gefa votlendissjóðunum ágóðann af fatasölunni sem við vorum með á umhverfisdögum. Mín reynsla í ráðinu. Til að byrja með þá var ég alveg svona hvað ég að gera í umhverfisráði. Ég þurfti ekkert á einingunum að halda og var alveg svolítið svona bara af hverju ég mætti hérna, en vinkona mín dró mig á fund og síðan var ég alltaf bara að byrja að mæta alla fundina og mér var byrjað að finnst þetta svolítið skemmtilegt og ég var að læra miklu meira en ég átti von á og umhverfisfulltrúarnir sem voru kennarar sem voru með ráðið, þau voru alltaf að koma með einhverja fyrirlestra eða pælinga eða punkta sem ég hafði aldrei pælt í og ég fer síðan heim eða á fótboltaæfingu og að segja frá því sem ég var að læra á umhverfisráðsfundi og var að hafa þessi jákvæðu, góðu áhrif og var að dreifa þessum jákvæða boðskapi og það kannski það sem ég svona fékk mest úr því að vera í umhverfisráði var bara þessi góðu áhrif sem ég var að hafa og mér leið alltaf vel að ég var að hafa þessi góðu áhrif og já, og síðan fekk ég fullt af tækifærum líka, ég er búin að fá á því að vera í umhverfisráði, ég hér í dag að halda þennan fyrirlestur og síðan fekk ég að vera í 2 erlend verkefni tengt nýsköpun í þágu umhverfisins og kom heim með fullan reynslubanka af því og síðan svona ef ég fer aftur í þessi jákvæð áhrif í dag þá ég í öðrum skóla og þar ekkert umhverfisráð og ég finn alveg mun á því að vera ekki kringum þessi jákvæðu áhrif þess að það ekki verið stanslaust í kringum með að tala þessi umhverfismál og ég ekki að læra neitt nýtt umhverfismál, ég þarf að sækja það sjálf en þá ég góð að minna mig á það að dreifa því sem ég veit og að sækja mér meiri reynslu og meiri þekkingu og
mig langar alltaf að vera að dreifa þessum jákvæða boðskapi umhverfismál því að oft þessi stigma kannski umhverfismál að það svolítið eitthvað leiðilegt eða ekki skemmtilegt að tala þetta eða fólk nennir ekki að pæla í þessu og þannig að þegar ég kem inn í hópa fólki sem að veit ekki mikið eða er ekki að pæla í þessu eða bara yfir höfuð neikvætt, þá finnst mjög gaman að vera manneskjan sem reynir að gera þetta af jákvæðri umræðu og það það sem ég kannski vill alltaf vera að gera og það boðskapurinn sem ég kannski dró úr því að vera í umhverfisráði að dreifa þessu jákvæðri áhrif og mér sama þótt að fólk tekið bara 1% af því sem ég að segja, svo lengi sem þau taka eitthvað frá því og mynda sig en eigin skoðun, þá ég alltaf að dreifa jákvæðri áhrif. Annars held ég sé bara búið með það sem ég langar að segja frá. Ef það einhver spurningar þá lát heyra, annars bara takk fyrir mig.